Starfsmenn ríkislögreglustjóra gerðu í dag húsleit á heimilum 4 manna og í einu fyrirtæki, en þeir eru grunaðir umfangsmikil brot á lögum gjaldeyrishöft. Umfang brotanna talið nema 13 milljörðum króna. 6.000 kröfuhafar mótmæla afstöðu slitastjórnar Kaupþings. Búast má við holskeflu dómsmála vegna þessa. Rekstrarkostnaður skilanefndar og slitastjórnar hins fallna banka nam í fyrra 4 milljörðum króna. Engar fregnir hafa borist af viðhorfsbreytingum Breta eða Hollendinga í Icesave-deilunni eftir fund fjármálaráðherra og stjórnarandstöðunnar með breskum og hollenskum ráðamönnum í Haag í dag. Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, varði ákvörðun árás á Írak 2003 og sagðist ekki sjá eftir henni. Blair bar í dag vitni fyrir nefnd sem rannsakar Íraksstríðið. Sá sem keypti mat og drykkjarvörur fyrir 100.000 krónur í janúar 2008 þarf nú að greiða 137.000 krónur fyrir sömu vörur. Verð á ávöxtum hefur nánast tvöfaldast á sama tímabili. Handrit að hljómsveitarverki eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson komið í leitirnar í tónlistarsafni Íslands. Síðasta púslið í heildarmyndina, segja sérfróðir. Að minnstakosti 400 stuðningsmenn handboltalandsliðsins fara í fyrramáli til Vínarborgar á Evrópumótið. Við hittum nokkra hressa stuðningsmenn í fréttatímanum. Komið í sæl, nú hefjast fréttir og Kastljós í sjónvarpinu föstudaginn 20. og 9. janúar. 4 karlmenn á fertugsaldri voru handteknir í dag vegna gruns ólögleg viðskipti með gjaldeyri, en hinn meintu brot snúast 13 milljarða króna. Umfangsmikil leit var gerð á heimilum fjórmenninganna sem og í einu fyrirtæki. Embætti ríkislögreglustjórans, Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið efndu til blaðamannafundar máli í dag. Þar kom fram að 30 starfsmenn embættanna tóku þátt í húsleitunum. Mennirnir 4 hafa einnig verið yfirheyrðir í dag. Óvíst að farið verið fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Mennirnir eru með lögheimili í Bretlandi en eiga maka og börn hér á landi. Fyrir utan þessa meintu ólöglegu starfsemi stunda mennirnir allir annars konar fjármálastarfsemi. Grunur ríkislögreglustjóra beinist að því að sænskt félag sem heitir Acerta hafi tekið á móti erlendum gjaldeyri frá 100 einstaklingum og fyrirtækjum hið minnsta, samtals 13 milljörðum króna. Acerta hafi svo skipt gjaldeyrunum í útlöndum yfir í íslenska krónur sem voru lagðar inn á reikninga hér á landi. Krónan hefur verið skráð mun veikari erlendis en hjá Seðlabanka Íslands. Viðskiptavinir Acerta högnuðust hjá gengismununum, en talið að Acerta hafi tekið væna þóknun fyrir. Það varlega áætlað að það hafi verið á annan milljarð, geta verið á annan milljarð ávinningur af því að fara þessa leið umfram það að flytja peningana beint heim eins og lög gera ráð fyrir. 7 önnur mál hafa verið kært til ríkislögreglustjóra. Hinn meintu ólöglegu viðskipti eru talin hafa átt sinn þátt í veikingu krónunar. Við erum að tala kannski ég veit ekki, hátt í 15-20% eða jafnvel meira af heildar, og við erum bara að tala mál sem við erum með fyrir framan okkur, af heildar viðskiptum með gjaldeyri á þessum tímabili. Við erum núna búin að tilkynna 25-26 mál til Fjármálaeftirlitsins og þar af eru þessi 8 sem hafa núna verið kært til lögreglunar. En það er ljóst að það eru 11 mál sem að bíða núna bara loka afgreiðslu og það eru 100 mál sem eru í vinnslu hjá okkur. En því miður að þá býð okkar töluvert fleiri mál umfram það og þau skipta 100. 6.000 kröfuhafar mótmæla afstöðu slitastjórnar Kaupþings. Slitastjórnin kynnti afstöðu sína til krafna á skiptafundi í dag. Rekstrarkostnaður slitastjórnar og skilanefndar Kaupþings nam rúmum 4 milljörðum króna á síðasta ári. Mikið var af jakkafataklæddum karlmönnum á Hótel Nordica í dag þar sem lögmenn og fulltrúar þeirra 28.000 sem lýstu kröfum í þrotabú gamla Kaupþings komu saman til að kynna sér afstöðu slitastjórnar til krafnanna. Þetta er svo sem engar gleði samkomur í eðli sínu því að fólki sem mætir á það helst sameiginlegt að hafa tapað peningum á viðskiptum við íslenska banka. Meðferð á yfir 6.000 kröfum hefur verið mótmælt. Og það eru aðallega eigendur reikninga í Þýskalandi sem að mótmæla afstöðu slitastjórnar. Við mátum það þannig að þessar kröfur væri ekki forgangskröfur, heldur almenna kröfur. Búast má við holskeflu dómsmála vegna þessa. Það má búast við því. Þau þurfu hins vegar ekki öll að fara þangað, það er ná að taka kannski 1 prómál. En mun íslenska réttarkerfið ráða við þetta allt? Á endanum held ég það, en ég held að menn ennþá sé að vanmeta álagið. Í skýrslu slitastjórnar kemur fram að bókfærðar eignir þrotabúsins séu 1700 milljarðar króna en skuldir ríflega 4000 milljarðar. Munurinn rúmir 2300 milljarðar króna.
Það alveg ljóst að eignir bankans duga ekki fyrir skuldum. Eins og var lýst töluvert meiri, töluvert hærri fjárhæð krafna heldur en kemur fram á efnahagsreikningi. Á því eins og svona í flestum tilvikum eðlilegar skýringar. Mjög mikið af kröfum var tví- og jafnvel þrílýst. Ég held á endanum verði raunkröfur mjög nálægt þessum 4.100 milljörðum. Síðan það þannig við búskipti að með lýsa ítrustu kröfum. Raunkröfur eru kannski eitthvað lægri. Þannig ég held að raunkröfur verði miklu nær efnahagsreikningum heldur en lýstum kröfum. Í skýrslunni kemur einnig fram að rekstrarkostnaður slitastjórnar og skilanefndar nemur rúmum 4 milljörðum króna fyrir árið 2009. Langstærsti hlutin fyrir sérfræði aðstoð og þar af rúmir 2 milljarðar fyrir aðstoð erlendis frá. Ólafur segir þetta mjög lágt hlutfall af þeim eignum sem skilanefndin höndli með eða 0,24%. Þetta kostar allt hönd á fót en þetta auðvitað nauðsynlegt til þess að reyna að endurheimta þá peningar sem við viljum meina hægt sé endurheimta. Fjármálaráðherra og formenn Sjálfstæðis og Framsóknarflokks hittu breska og hollenska ráðherra í Haag seinnipartinn í dag til að ræða Icesave. Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra vill lítið gefa út hvort viðhorf hafi breyst ytra. Fundurinn hafi fyrst og fremst verið til upplýsingar fyrir stjórnarandstöðuna. Ekki hefur verið tekin nein ákvörðun frekari fundi í deilunni að því segir í rúmlega 4 lína fréttatilkynningu sem barst frá stjórnarráðinu á 15 tímanum. Þar kemur reyndar lítið annað fram en að skipst hafi verið á skoðunum stöðu Icesave-málsins. Ekki verið náðst í þá Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra, Bjarna Benediktsson formann Sjálfstæðisflokksins eða Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Framsóknarflokksins sem sátu fundin í Haag ásamt 2 embættismönnum úr ráðuneyti Steingríms. Fundurinn tók klukkustund eða rúmlega það. Fyrir hollendinga mætti Wouter Bos fjármálaráðherra en aðstoðar fjármálaráðherrann Paul Myners mætti fyrir Breta. Steingrímur J. gerði Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra grein fyrir gangi mála eftir fundin. Hún var hins vegar fámál hvort greina hefði mátt nýjan tón eða breytt viðhorf hjá Bretum eða hollendingum þegar fréttastofa náði hann í síma. Ég held að sé ekki hægt að úttala sig það vegna þess að þetta var fyrst og fremst upplýsingafundur þar sem menn voru að skiptast á skoðunum á mjög hreinskiptinn hátt. Eins og þetta sett fyrir mig, þannig að ég held að hann hefur verið gagnlegur að því leyti og þannig að ég held að menn geti frekar metið hvaða svigrúm fyrir hendi til þess að taka upp samningaviðræður með formlegum eða óformlegum hætti. 5.000 Toyota-bílar verða innkallaðir hér á landi næstu daga vegna galla í eldsneytisgjöf. Er að ræða 8 gerðir Toyota-bíla af árgerðum frá 2005 til þessa dags. Þeirra á meðal eru metsölubílarnir Corolla og Yaris. Gallinn lýsir sér þannig að við tilteknar aðstæður verður eldsneytisgjöfin stíf og lyftist seint aftur, verður jafnvel föst í inngjöf. Þessar gerðir hafa víða verið innkallaðar og sala þeirra hefur verið stöðvuð í Bandaríkjunum. Í tilkynningu frá Toyota á Íslandi segir að haft verið samband við eigendur bílana á næstu dögum og þeir beðnir að koma með bílana á verkstæði þeim að kostnaðarlausu. Forsætisráðherra segir að fjölgað verði úrræðum þeirra sem eru í miklum skuldavanda og vonast eftir þeim strax í næstu vikum. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins segir svör ríkisstjórnarinnar vera eins og smáskammtalækningar fyrir fjölskyldurnar í landinu. Við sögðum frá því í fréttum okkar í gær að yfir 80% þeirra sem fengið hafa aðstoð vegna greiðsluvanda telja úrræðin ekki duga. Þetta kom fram í könnun ASÍ og sagði forsætissambandsins niðurstöðuna vera áfellistóm fyrir stjórnvöld. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins tók málið upp á þingfundi í dag, þeim fyrsta síðan 8. janúar, þegar þing var kallað saman til að samþykkja frumvarp þjóðaratkvæðagreiðslu. Verið að undirbúa frekar úrræði fyrir akkurat þennan hóp fjölskyldna sem í miklum erfiðleikum og þá hvaða úrræði þá verið að bjóða hugsanlega upp á? Verið að vinna frekari úrræði bæði á vegum dómsmálaráðuneytisins og vegum félags- og tryggingamálaráðuneytisins sem ég vænti að muni sjá dagsins ljós, vonandi kannski strax í næstu viku. Og þessi úrræði snerta nauðungarsölurnar sem brýnt að taka á og skoða hvernig með skuli farið og unnið úr. Ég verð þó að segja eins og mér finnst þetta virka, þessi svör ríkisstjórnarinnar virka eins og þetta séu smáskammtalækningar fyrir fjölskyldurnar í landinu. Nauðungarsölurnar, frekar úrræða þeirra varðandi það ekki laust varðandi skuldavanda heimilanna. Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretland, varði í dag ákvarðanir sínar að ráðast inn í Írak 2003. Blair bar vitni fyrir nefnd sem rannsakar Íraksstríðið. Hlutverk nefndarinnar sem lítur formennsku John Chilcots að kanna alla þætti Íraksstríðsins. Blair hefur sagt ásökunum að hann og George W. Bush
Þáverandi Bandaríkjaforseti hafi ákveðið þegar árið 2002 að velta Saddam Hussein úr sessi með hervaldi. Því neitaði Blair í dag. Hann var einnig spurður yfirlýsingar að Írakar gætu gripið til efnavopna með innan við klukkustundar fyrirvara. I did believe it. I mean, that was the... And I did believe it, frankly, beyond doubt. Blair sagði að afstaða ráðamanna í Bandaríkjunum og Bretlandi hefði gjörbreyst eftir hryðjuverka árásirnar á Bandaríkin í september 2001. Það yrði með öllum ráðum að koma í veg fyrir að hryðjuverkamenn eða ráðamenn þeim hlindir kæmust yfir gereyðingavopn. If there was any possibility that he could develop weapons of mass destruction, we should stop him. That was my view. That was my view then, that's my view now. Eftir Íraksstríðið fundust engin gereyðingavopn í Írak eins og Bush og Blair héldu fram. Óttinn við þau var sagður ein megin ástæða árásarinnar. Blair sagði engu að síður í dag að ef hann ætti að taka sömu ákvörðun aftur, vitandi það sem hann veit nú, gerði hann hið sama. Given Saddam's history, given his use of chemical weapons, given the over 1 million people whose deaths he caused, given 10 years of breaking UN resolutions, could we take the risk of this man reconstituting his weapons programs? Or is that a risk it would be irresponsible to take? And I formed the judgment, and it's a judgment in the end. It's a decision. Blair neitaði að Goldsmith lávarður þáverandi dómsmálaráðherra hefði skipt skoðun vegna þrýstings og lýsti yfir að samþykktir öryggisráðsins væru lagalegur grundvöllur árásar á Írak. Anybody who knows Peter knows he would not have done it unless he had believed in it and thought that was the correct thing to do. And that was, for us and for our armed forces, that was sufficient. Íraksstríðinu var mótmælt úti fyrir ráðstefnuhöllinni þar sem Blair bar vitni. Nokkur hundruð manns komu saman þar á meðal ættingjar hermanna sem féllu í styrjöldinni í Írak og hernáminni þar. I find it extraordinary that a man who saw 1.5 million people march past his office could go to war with no more justification than that he thought that he was doing the right thing. Every war criminal in history has said the same thing. Verð á ávöxtum hefur hækkað 80% á 2 árum. Verð á matar- og drykkjarvöru hefur að meðaltali hækkað 37,5% á sama tíma. Kjöt hefur hækkað minnst í verði. Fréttastofa fékk hagfræðing ASÍ til að skoða þróun vöruverðs á mat- og drykkjarvöru frá ársbyrjun 2008. Niðurstaðan sú að verð á innfluttri mat- og drykkjarvöru hefur hækkað mest á þessu tímabili eða meðaltali 71% og innlendar mat- og drykkjarvörur, aðrar en búvörur, hafa hækkað 38%. Þegar undirliðir neysluvísitölunar eru skoðaðir, sést að verð á ávöxtum hefur hækkað mest eða 80%. Kom sú hækkun að mestu leyti fram árið 2008 en verð á ávöxtum hækkaði einnig lítillega í fyrra. Verð á olíu og feitmeti hefur einnig hækkað verulega á síðastliðnum 2 árum eða rúm 60%. Litlu minna hækkaði verð á kaffi, tei og kakói eða tæp 54%. Og verð á matvöru hefur alla jafna hækkað. Verð á brauði og kornvöru hefur hækkað tæp 50%, verð á mjólkuvöru 38%, verð á sykruðum vörum hefur hækkað 41%, gosdrykkjaverð 44%, grænmetisverð 36%, fiskur 26% og aðrar matvörur 57%. Verð á kjöti hefur hækkað langt minnst eða 7,6%. En hvað þýða þessar verðhækkanir í raun fyrir budduna? Jú, það þýða að sá sem keypti mat í janúar 2008 fyrir 100.000 krónur greiði nú 137.500 krónur fyrir sömu vörur og sá sem keypti 9 banana í janúar 2008 fær nú 5 stykki fyrir sama pening. Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra heimilaði í dag veiðar á 130.000 tonnum af loðnu. Ákvörðun ráðherra í samræmi við tillögu Hafrannsóknastofnunar. Útgerðarmenn taka tíðindunum fagnandi. Loðnumælingar Hafrannsóknastofnunar í þessum mánuði gefa til kynna að hrygningarstofn loðnu sé 530.000 tonn en aflaregla gerir ráð fyrir því að 400.000 tonn séu skilin eftir til hrygningar. Sjávarútvegsráðherra heimilaði í dag veiðar á þeim 130.000 tonnum sem eftirstanda og af þeim koma 90.000 tonn í hlut íslenskra loðnuskipa. Þetta alveg frábæra fréttir að fá þessa úthlutun 130.000 tonn. Og þó að þetta sé nú eina minnsta úthlutun í sögulegu samhengi að þá þetta mikið miðað við í fyrra því að þá var engu úthlutað og við erum að sjálfsögja að vona það að úthlutinu verði meiri. Loðnan á mjög stóru svæði að mér skilst að hún sé alveg á 300 mílna svæði frá syðsta enda til þess nyrsta.
Þannig að menn eru svo sannarlega að vona að það verði hægt að bæta eitthvað í þetta og samkvæmt fiskifræðingunum þá þessi loðna mjög vel á sig komin. Af þeim 130.000 tonnum sem veiða má koma 90.000 tonn í hlut Íslendinga. Hinn 40.000 tonnin veiða Norðmenn, Grænlendingar og Færeyingar. En þetta náttúrulega gríðarlega þýðingarmikið fyrir þjóðarbúið, þó að við fáum ekki úr þessum potti nema eitthvað í kringum 90.000 tonn, að þá geta þetta þýtt einhverjir 8-9 milljarðar fyrir þjóðarbúið. Svo að þetta gríðarlega mikilvægt fyrir okkur Íslendinga í dag. Tryggvi Þór Herbertsson alþingismaður segir boðaðar hækkanir Landsbankans á vöxtum útlána til sjávarútvegsfyrirtækja vera stór hættulegar, jafnt bankanum sjálfum sem fyrirtækjunum. Hann segir bankan ekki gefa fullnægjandi skýringar og vill einnig krefja viðskiptabankana skýringar á vaxtahækkunum til heimila og fyrirtækja. Landsbankinn hafði boðað að hækka vexti á skuldum sjávarútvegsfyrirtækja úr innan við 2% upp í 4%. Vegna þessa voru fulltrúar bankans kallaðir fyrir efnahags- og skattanefnd Alþingis í morgun. Tryggvi segist hafa spurt þá hvort þeir gerðu sig grein fyrir þeirri áhættu sem fylgdi þessu á að fyrirtækin gætu vegna aukinnar gjaldbyrði ekki staðið í skilum og að bankinn tapaði þess vegna útlánum sínum. Hann var ekki ánægður með svörin. Það stóð helst upp úr að kostnaður bankans, rekstrarkostnaður bankans væri það mikill að það þyrfti að hækka tekjurnar með því að hækka vextina, en ég hefði haldið að það fyrsta sem hefði átt að gera væri að reyna að fara í að taka til inn í bankanum, skera niður rekstrarkostnað. Tryggvi segir erfitt að sjá þörf bankana fyrir vaxtahækkun. Vaxtamunartekjur þeirra séu gríðarmiklar, vaxtabili hjá Landsbankanum sé 4-5%. Því sé full þörf á að krefja bankana svara þær miklu vaxtahækkanir sem þeir hafi sett á skuldir bæði heimila og fyrirtækja. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir starfsmenn bankana og stjórnendur bankana að gera sig grein fyrir því að í því mjög svo viðkvæma ástandi sem ríkir hérna hjá heimilum og fyrirtækjum í landinu, að þá leiðir þetta til aukinnar áhættu og aukinnar afskrifta þar var í framtíðin. Svo ég taki eitthvað dæmi að það hafði sambandið með maður sem að rekur sjávarútvegsfyrirtæki sem að skulda 10 milljarða, hann búinn að vera algjörlega í skilum. Vaxtaálagshækkunin hjá honum þýðir 300 milljónir í viðbót í kostnað á ári og það eru peningar sem ekki verða notaðir til þess að borga niður skuldir, það eru peningar sem ekki verða notaðir til fjárfestingar og uppbyggingar eða launahækkunar. Barack Obama, forseti, sýndi það með stefnuræðu sinni á Bandaríkjaþingi að hann lætur ekki mótbyr slá sig út af laginu, segir bandarískur stjórnmálafræðingur. Bandarískir stjórnmálaskýrendur ekki á einu máli ræðu Obama, þar sem hann sagði það forgangsverkefni að vinna á bug á miklu atvinnuleysi. Þáttakendur í pallbásumræðum í Brookings-stofnuninni lögðu mat á ræðu forsetans. It told us a lot about how he intends to govern, how he hopes to get through a difficult political patch, punctuated by the loss for the Democrats of the special election in Massachusetts. Thomas Eman segir að með ræðunni hafi Obama sýnt styrk sinn sem leiðtogi. It suggested not a man beaten down by all of the problems he confronts, but one who's challenged by them, who recognizes them, but is energized to do something about them. Demókratar hafa ekki lengur nægilega stóran meirihluta í öldungadeildinni til að koma þeirri gegn mikilvægum frumvörpum. Þeir geta ekki brotið hugsanlegt málþóf meirihlutans á bakaftur. If we had rules operating in most parliamentary democracies, Obama's agenda would be largely passed now. Ný rússnesk orrustuþota flaug í fyrsta sinn í dag. Jómfrúarflugið varði í 3 stundafjórðunga. Nýja þotan framleidd af Sukhoi-flugvélasmiðjunum og nefnd T-50. Hún svokölluð 5. kynslóðar orrustuþota og á að vera ósýnileg í ratsjá. Rússar hafa þróað þotuna í samvinnu við Indverja. Eftir fall Sovétríkjanna drógust Rússar mjög aftur úr í tækniþróun hergagna, en hernaðarsérfræðingar segja T-50 þotuna mikilvægt skref í átt til að færa rússneska flugherinn nær vestrænum. Vélin þarf aðeins 300-400 metra braut til flugtaks. Это важный этап реализации программы и, конечно же, большой успех. Rússar eru stoltir af þessari nýju orrustuþotu eins og heyra mátti á Vladimir Putin forsætisráðherra í dag. То, что самолет в воздухе, это уже
большой шаг вперед по созданию этого комплекса. Rússar vonast til að taka vélina í notkun árið 2015. Ný stjórn Ríkisútvarpsins OHF var kosin á Alþingi í dag. Hana skipa Margrét Frímannsdóttir og Ari Skúlason frá Samfylkingum, Svanhildur Kaaper frá Vinstri grænum, Kristín Edwald frá Sjálfstæðisflokki og Magnús Stefánsson fyrrum ráðherra og þingmaður frá Framsóknarflokki, en hann kemur nýr inn í stjórn RÚV OHF. Handrit að hljómsveitarverki eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson komið í leitirnar í Tónlistarsafni Íslands. Verkið samdi Sveinbjörn skömmu fyrir andlátið árið 1927. Ekkja Sveinbjörns afhenti verkið forsætisráðuneytinu árið 1927 með þeirri ósk að það yrði flutt við Alþingishátíðina 1930. Af því varð ekki. Verkið var flutt einu sinni í Danmörku og til hljóðritum þess frá árinu 1957, en annars hefur það hvergi heyrst. Það barst okkur í gögnum sem að komu hingað úr safni Jóns Þórarinssonar, því að Jón hafði notað verkið við rannsóknir sínar og skrif á ævisögu Sveinbjörns ásamt mörgum öðrum gögnum sem að hann hafði fengið sent frá Kanada. Píanóleikararnir sem fengu að rýna í handritið segja að verkið bera skýr höfundareinkenni og varpa nýju ljósi á tónsmíðar Sveinbjörns. Þetta fyllir svona eins og þetta er svona síðasta púslið þegar maður á næstu komið myndina en ekki alveg. Vegna þess að þetta staðfestir ymmið tímasetninguna á tríónum sem eru ekki dagsett frá Tónskáldsins hendi. Þannig að það gefur okkur svona fyllri mynd af því að þau eru þroskaði stílinn hans og þetta líka. Þetta er svona sömu elementin allt saman. Kannski væri hægt að segja að fyrri verkið hans eru romantísk, þá er þetta síðromantíkin hjá honum. Það snýst allt handbolta hjá okkur þessa dagana en Íslendingar ætla að mála Vínarborg rauða og bláa helgina, segja nokkrir galvarski stuðningsmenn íslenska handboltalandsliðsins sem fara í fyrramálið ásamt 200 öðrum Íslendingum á Evrópumeistaramótið í handbolta. Klukkan 1 á morgun etur íslenska handboltalandsliðið kappi við heims- og ólympíumeistara Frakklands í undanúrslitum Evrópukeppninnar í Vínarborg. Í það minnsta 400 Íslendingar fara út í fyrramálið með miða á úrslitaleikina 4. Það verður bara fjör. Þetta verður meira á þar. Ég held að við verðum ekki fyrir vonbrigðum með þetta, það er alveg ljóst. 3 ferðaskrifstofur bjóða upp á ferðirnar og hafa þær allar sömu sögu að segja. Miðarnir ruku út og komust mun færri að en vildu. Erfitt reyndist að fá fleiri miða á leikina, annars hefði jafnvel verið boðið upp á fleiri ferðir. Ég var á fundi og fekk bara SMS að það var búið að panta miða fyrir mig og þannig kom það mér, ég veit ekki meir. Það var svona rétt fyrir leikið, þá ákvaðum við bara að við ætlum að panta okkur miða og miðin var bara settur upp þannig að ef við myndum vinna leikinn þá værum við að fara. Þannig að leikurinn var ennþá meira spennandi fyrir okkur. Strákarnir ætla að æfa stuðningslög í flugvélinni. Þeir eru sannfærðir sigur Íslendinga. Samkvæmt skissubókinn hans Óla þá erum við með gullpenning núna, ekki bara pening. Við fáum bara gullpenning. Sannfærðum það. Ég hætti að vera bara þjóðhátíðarstemming, það er ekkert flóknara en það. Við Íslendingar munum mála Vínarborg algjörlega helrauða og bláa, það er bara þannig. Við látum hendur standa fram úr ermum, við látum hendur standa fram úr ermum, við látum hendur standa fram úr ermum og ekkert þras. Áfram Ísland! Þær fréttir voru að berast að Úrval útsýn hefur hætt við ferðina til Vínar í fyrramáli vegna þess að ferðaskrifstofan fékk ekki nógu marga miða á leikina. Það eru því 200 manns sem fara en ekki 400 eins og við sögðum hér í upphafi fréttatímans. En nú það ætlar Brynja Þorgeirsdóttir að segja okkur hvað verði í Kastljósi í kvöld. Já, ég get lofað ykkur sérstaklega skemmtilegum þætti í kvöld því hingað mæta 2 kynslóður af grínistum sem þó að fást við sama efnið. Sveppi, Gísli Rúnar Jónsson og Felix Bergsson verða hjá okkur á eftir. Og þá ætlum við að sýna ykkur einstakar neðansjávarmyndir af sannkölluðum dýragarði sem hefur orðið til í gömlum Löndunarkrana sem fauk á haf út fyrir 30 árum en nú orðin uppeldisstöð fyrir ýmsar forvitnilegar sjávarlífverður. Og svo heyrum við í Stefáni Eggertsinni, föður handboltakempunar Óla Stefánssonar, sem að farast úr stolti og spenningi enda hann staddur í Austurríki að hvetja sinn mann. Ekki missa á Kastljósi eftir örstuttastund. Takk fyrir það Brynja og Þorkell Gunnar, þú ert mættur hérna. Líf okkar Íslendingar snýst handbolta þessa dagana og leikinn við Frakka á morgun.
Já, heldur betur, þetta bara eina sem skiptir máli núna og líka bara með áhorfstölur á leikina hérna í sjónvarpinu hjá okkur að þá má búast við því að bara þjóðin meira og minna standa á öndin á morgun. Já, bara allir sem mögulega geta horft verða að horfa. Já. En eftir að Króatar lögðu Dani í gær og Frakkar lögðu Pólverja var það ljóst að andstæðingar okkar Íslendinga í undanúrslitum Evrópumótsins á morgun verða heims- og ólympíumeistarar Frakka. Frakkar eiga á nokkurs vafa besta handboltalið í heimi. Þetta 7. stórmótið í röð sem þeir komast í undanúrslit á og þeir geta orðið fyrsta liði til að vera heims-, ólympíu- og Evrópumeistarar í einu. Þegar Íslendingar og Frakkar mættust í úrslitaleiknum á Ólympíuleikunum í Peking unnu Frakkar örugglega en okkar strákar byggja á þeirri reynslu og eru alls óhræddir fyrir leikinn á morgun. Við förum hérna leik bara algjörlega á fullu og berum bara tilhlýðilega virðingu fyrir frökkunum að þetta þarf að gera það en alls ekki á mikla og við verum að gera okkur grein fyrir því að við getum unnið á ef við spilum vel. Við náttúrulega heldur búum á því bara að spila við á fyrir 1,5 ári og höfum þann leik og náttúrulega fleiri og síðan eru líka öðruvísi stemdir held ég fyrir morgundaginn heldur en þá og erum bara einhvern veginn kúl og rólegir á jörðinni og mjög innbyttir allir og það var ekkert einhverjar kampaðinslöskur í gær þetta var alveg rólegt þó við varum komin í undanúrslit sem er svolítið skrítið hjá íslenska landsliðinu og sýnir náttúrulega bara margt og hvert erum komin kannski sem lið. Við höfum kannski misgóða reynslu af þeim síðustu árin en síðast þegar við spiluðum svona leik sem vel gekk, það var á HM í Þýskalandi og þá náðum við að taka í bakari en þeir aftur á móti okkur á Ólympíuleikunum en nú bara tekum við sami undirbúningur og fyrir himnaleikina og mikil vinna fyrir okkur leikmenn og þjálfara og svo bara að mæta tilbúin í leikina morgun. Þeir eru sennilega núna besta lið í heiminum og hafa sýnt það á síðustu 2 mótum að þeir eru bestir þannig séð en eins og segir við erum taplausir og hjá okkur kemur ekkert annað til greina heldur en að fara á fullinu leikinn og reyna að vinna henni leik. Franska liðið feiknar sterkt og mun ekkert gefa eftir í leiknum á morgun en Frakkarnir segja þó að ekki megi vanmeta íslenska liðið og þeir þurfa að hafa sig alla við til að vinna. Frakkar og Íslendingar þekkja vel til hvors annars og hafa landsliðin mæst oft á síðustu árum. Á heimsmeistaramótinu í Þýskalandi árið 2007 tókst Ísland að vinna Frakka með 8 marka mun 32-24 í riðlakeppni mótsins. Árið síðar á Evrópumótinu í Noregi 2008 voru liðin aftur saman í riðli. Þá fóru Frakkar illa með okkur Íslendinga og lögðu íslenska liðið af velli með 9 marka mun 30-21. Frakkar höfðu svo betur í úrslitaleik Ólympíuleikana sama ár og unnu svo hálfgjört varalið Íslands í æfingarleik aðeins 2 dögum fyrir þetta mót. On sait que c'est une équipe, c'est des vrais vikings. Alors ils vont tout donner, ça va être un combat physique énorme parce que ils sont d'une densité, ça court partout, ils lâchent rien. Donc il va vraiment falloir qu'on soit capable de jouer des duels, de les enchaîner. Et il est évident que le match que l'on a fait à Bercy l'autre jour ne sera pas une référence. Og þjálfari franska landsliðsins átti að sjálfsögðu við að það eru allir í íslenska liðinu sem eru sannir víkingar. En hvað það? Við ætlum að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Starfsmenn ríkislögreglustjóra gerðu í dag húsleit á heimilum 4 manna og í einu fyrirtæki en þeir eru grunaðir umfangsmikil brot á lögum gjaldeyrishöft. Umfang brotanna talið nema 13 milljörðum króna. 6.000 kröfuhafar mótmæla afstöðu slitastjórnar Kaupþings búast má við holskeflu dómsmála vegna þessa. Rekstrarkostnaður skilanefndar og slitastjórnar hins fallna banka nam í fyrra 4 milljörðum króna. Engar fregnir hafa borist af viðhorfsbreytingum Breta eða Hollendinga í Icesave-deilunni eftir fund fjármálaráðherra og stjórnarandstöðunnar með breskum og hollenskum ráðamönnum í Haag í dag. Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, varði ákvörðun árás á Írak 2003 og sagðist ekki sjá eftir henni. Blair bar í dag vitni fyrir nefnd sem rannsakar Íraksstríðið. Sá sem keypti mat og drykkjarvörur fyrir 100.000 krónur í janúar 2008 þarf nú að greiða 137.000 krónur fyrir sömu vörur. Verð á ávöxtum hefur nánast tvöfaldast á sama bili. Handrit að hljómsveitarverki eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson er komið í leitirnar í tónlistarsafni Íslands. Síðasta púslið í heildarmyndina segja sérfróðir. Og að minnstakosti 200 stuðningsmenn handboltalandsliðsins var í fyrramáli til Vínarborgar á Evrópumótið. Við sáum nokkra hressa stuðningsmenn í fréttatímanum.
Þessum fréttatíma lokið að koma að veðurfréttum, svo það Kastljós og útsvar. Með næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og í sjónvarpinu á sama tíma annað kvöld og svo það handbolti allan morgundaginn og alla helgina. Takk ykkur samfélgin í dag og verið sæl.